Jú, góða kvöldið og afsakið smá bras hér í upphafi útsendingar, smá tæknileg vandamál eins og gengur og gerist, en við erum komin í loftið. Þetta er leikur Skautafélags Reykjavíkur og Fjölnis í toppdeild karla. Því svo sem huggaði áhorfendur við það að þeir mistu ekki af miklu þessar fyrstu mínútur, nema það að Fjölnismenn eru einum færri sem stendur. Pétur Egilsson fór í tveggja mínútna refsingu fyrir brot. Að öðru leyti er þetta bara búið að vera nokkuð rólegt. Þetta er fyrsti leikur þessara liða í vetur. Og kannski smá ennþá haustbræður á þessu. Það er bæði lið er nú ekki full skipuð, vantar sterka pósta í bæði lið. En 6 leikmenn á söllinni í hvoru liði og spennandi að sjá hvernig þetta spilast. Þetta er þriðji leikur Fjölnisliðsins fjórði leikur Fjölnisliðsins í hér er færi, nei. Já, þetta er fjórði leikur Fjölnisliðsins í vetur. Þeir unnu dótturfélag sitt tiltölulega auðvelt 26-0 í Húnana. Töpuðu svo fyrir norðan gegn Jötnum og þar í millitíðinni töpuðu fyrir Skautafélagi Akureyrar í Egilshöllinni eftir framlengingu 5-4. Aftur á móti bara annar leikur Skautafélags Reykjavíkur. Þeir réttmörðu Jötnana, ungu strákana frá Akureyri 4-3 núna í síðustu vikum. Léleg svo setti hvernig á Þorgils og Hilmar kemst inn í þetta. Refsi mínútur Fjölnis eru búnar og F-sendingar gerðu bókstaflega ekki neitt til að nýta sér það. Nú koma þeir hérna upp. Góð sending hérna en Alex Mánin er ekki alveg valda af fenginum. Og fínasta vörn hjá Fjölnismönnum sem vinna hann jafn harðan. Dæmi leikmenn sem vantar í lið Skautafélags Reykjavíkur. Það eru til dæmis Axel Organ, Sölvi Atlason, Jónatan Túma, Arnar Karvelsson. Hinum megin Úlfar Andrésson, Andri Helgason, Emil Alengård, það minnum við það. Samkvæmt heimasíðu Íshokkísambandsins þá voru Fjölnismenn að styrkja sig tilkynnt 4 félagaskipti á heimasíðunni í dag. Einar Sveinn Guðnason og Steinar Grettisson koma frá Skautafélagi Hafnarfjarðar sem lagði upp laupana núna í sumar. Svo kemur Bergþór Bjarmi Ágústsson frá Skautafélagi Akureyrar. Þesseringar fengu líka einhverja leifar hérna frá Skautafélagi Hafnarfjarðar. Heiðar Kristjánsson til dæmis og hér er Skautafélagi Reykjavíkur að fá refsingu. Hákon Marteinn Magnússon fer ósáttur í bóksið. Verða vikina, ég sá nú ekki nákvæmlega hvað gerðist þarna. Slassing segir
tablan og ekki lífur hún. Þetta Fjölnismenn á að nýta sér þetta. Róbert kemur hérna upp með hann. Sérst að vera Hilmar. Það gerir ekki neitt og Seringar ná ekki að koma nú út. Jú, þeir kemur þessu út. Það var Jere Kokkalærin sem mista hann út fyrir. Og hann komin hérna í færi en það ekki að stýra pekkinum í netið. Hilmar í fínu skotfæri, þessi framjá og pökkurinn út. Þessi líka að gera þetta að Leifs að skipta hérna með hann. Það fyrir þá sem eru að horfa hérna á höfuðborgarsvæðinu, þá er ennþá pláss í stúkunni fyrir fleiri. Heitt á könnunni. Koma Fjölnismenn í annað Freyr. Fjölnismenn reyna að finna opnun en sterkt vörn hérna hjá Matsey. Og þá allt í einu er Agnarsmári komin í fína stöðu með skotið í legghlífarnar á Frey. Það voru komað 2 mínútur og Hákon getur farið aftur inn á völlinn. Kári gerir hérna vel. SR-liðið var vægast sagt ryðgað hérna í síðasta leik á móti Jötnunum. Ekki það er ekki tekið á Jötnunum og þeir voru bara, eru fjandi góðir með síðasta leik á móti Fjölni sem við tók 8-2. Og Kári eitilharður hérna nær að vinna pökkinn en sendingin á Alex ekki alveg til fyrirmyndar en Kári farinn aftur, reynir bakkandarskot framjá. Skrítin sending hérna hjá Heiðari upp í hornið. Þessir ykkur reyna að halda pressu. Fjölnismenn komast í gegnum hana og eru komnir í. Ja, Hilmar nær ekki alveg í pökkinn og glæsilega gert hérna hjá Matsey. Kannski var einn besti leikmaður SR í síðasta leik á móti Jötnum og hérna. Og á núna skot í slána og aftur Þorgils með skot í stöng. Þannig að besta sókn SR-inga til þessa. Já, eins og ég segi, Matsey Hútek kom virkilega sterkur inn í lið SR í síðasta leik og byrjar bara nokkuð ferskur hérna í dag. Og Fjölnismenn komnir og frábær vörn hjá Hauki Steinsinni. Tekur þennan á legginn. Þá hérna kapphlaup Hákon og Guðmundur Helgason. Mikilli baráttu. Edvard með fínt spil núna hérna hjá SR-ingum. Haukur, Hákon nær að skílanum og nær skotinu en þessi við framjá.
það er æsing. Þetta fara að stað aftur, Kári tekur þetta face-off, Gulli með bökkinn fyrir aftamarkið. Nær að snúa einn af sér, mæti tveimur viðbót, fer fram með þeim og glæsileg sending fyrir Kári í dauðafæri en sýndist að fara í stöngina. Gulli með skotið, þetta er varið. Þórir hérna í markinu. Æsindingar núna svona aðeins að herða tökin á fylgjarsmönnum og glæsilega gert þarna Heiðari fann Ævar en þeir spilaðu leika bara aftur saman. Heiðar kominn, þetta var þröngt, þá breyka fylgjarsmenn. Fínasta vörn þarna en lúmskot þarna hjá Kristjáni. Kemur Alex Máni, þetta er flott vörn hjá fylgjarsmönnum. Þeir breyka aftur, það er Jere. Ég ætla að gefa mér að hans í finnskur með fast skot en beint í kjöldun á Jóhanni Björgvini. Haukur Karversson og Falur Birkir sem berjast þennan pökk. Eitthvað aðtóðast við þetta. Segir Sindri og uppkastið er endurtekið. Þetta tekur Falur. Jón Albert og Jere með skot sem fer í spáðan hjá Styrmi Mokk. Komin aftur heim í SR. Þá kemur Níels. Og þetta er hann Denny Danesi sem neytir skot víðsverri. Haukur Steinsen með pökkinn, komin í smá vandræði. Kemur svo út úr þeim. Fínasta spil hérna og Haukur með skot sem Þórir ver en hann hafði ekki hugmynd að hann hefði varið hann. Face-off, Kári tekur það. Þorsteinn með pökkinn fyrir aftanmarkið. Haukur reynir skot, hann finnur bara í leggina Hákoni og fylgjast með koma þessu yfir og þetta er væntanlega æsing. Kári og Guðmundur Helgason býtast við hennar. Kári hefur betur, Eddi með fínni skotstöðu, þetta er Þórir. Hákon náði ekki við frákastinu. Þá koma fylgismenn hratt. Seringar fljótir að drepa þessa sókn. En slæmsetti hérna Kára fyrir aftan en Eddi bjargar honum.
liðin í skiptingar. Haukur á Gulla sem kominn hérna fram en sendingin slökk og þetta dómur. Það sýnist að vera Ævar sem smelti kylfunni á milli lappa leikmannsvölins og hann mótmæli þessu ekki. Æsverðingar einum færri næstu 2 mínúturnar. 5 mínútur eftir að leiklutunum. Maxey kemur þessum í burtu. Æsverðingar þá búin að vera 4 mínútur í refsiboxinu. Fylgist með 2. Og Falur kominn í góða stöðu en Jóhann Björgvin að loka þetta og fristir puckinn. Hilmar hérna yfir Geri. Hilmar. Heiðarn ekki alveg að stoppa þennan. Þeir leita hérna opnuninni. Falur. Robert fyrir liðið. Meira Fal aftur. Þétt vörnin hérna hjá SFingum en það kemur fundu opnun. Hilmar ætlaði að skjóta en hann enga veginn heitir bökkinn og SFingar koma þessu frá í bili. 45 sekúndur eftir af dómnum hjá Ævari. Og flott vörn hjá Kára, vinnur hérna pökkinn á blálínni. Alex Már reyndi að finna Kára hérna í aftur en náði ekki í gegn og þá koma fylgismenn hratt upp. Freyr þeir hægja hérna Viktor með gott skot sem Jóhann Björgvin nær að slæma hérna fingrunum í. Þessi var leiðin inn. Viktor aftur, Hektor annars skot en þennan grípur Jóhann Björgvin næst auðvitað. Það eru 2 sekúndur eftir að dómnum hjá Ævari. Æsverðingar eru svona við það að lifa þetta. Það voru fínustu skotarna hjá Hektori. Æsverðingar vinna þetta. Þá kemur Ævar, fellur við, ekki dæmt. Hákon með glæsilega sendingu á Hauk. Haukur setur hann beint á Þóri. Hafði aðra möguleika þarna. Haukur, og það er refsing á sínu ekki hvern. Það er Hákon aftur. Það er veikina, ég sá ekkert athugavert þarna á seiði en eitthvað hefur Sindri séð. Interference, segir taflan.
Serga þá búin að vera 6 mínútur af þessum 18 í bóksinu. Og Fjölnismenn reyna að finna opnun. Jeri, Hilmar. Bergþór hérna niður í mikilli baráttu. Og fast skot hérna hjá Hilmari framhjá. Eddi setur hann niður á Alex Mána sem er á undan í pökkinn en það er samt ekki að halda honum. Þannig að Fjölnismenn byggja upp aðra sókn. Fín vörn hjá Níels sem kemur hérna yfir á Matsey. Fjölnismenn ekki búin að vera líklegir til stóraðina þessa fyrri mínútu Reykjadómsins. Eddi díluði þetta og kökkurinn aftur út. Níels kemur þessu frá. Það eru bara átt að hafna og Fjölnismenn hafa betur. Hektor fær pökkinn. Freyr, þetta fyrir í. Og þá er refsidómurinn búinn, jafnt í liðum. Essaringar hratt upp, Matsey fer vel með pökkinn en finnur Denny þarna niðri. Nær að koma pökkinu fyrir á Kára en Kári rétt mist af honum. Kári hérna fer vel með hann, leitur opnun en þessi beint í Hektor. Þetta er svona, já, þetta er búið. 0-0 eftir fyrsta leikluta. Ekki mest leiftarenda leikur sem við séum, það er kannski vonandi batnar í öðrum leikluta. Við komum aftur eftir svona 15 mínútur með hann.
Nú komiði sæl aftur og velkomin í annan leikluta. Skautafélag Reykjavíkur gegn Fjölni, staðan 0-0. Essaringar áttu 10 skot á mark Fjölnis í fyrsta leikluta. Fjölnismenn 5 skot á mark SR. Essaringar svona ívið sterkari og fengu alveg nokkuð góð færi en sem lentu nú flest á Þóri í markinu. Svo leti endurtekið efni frá síðasta leik á móti Jötnum þar sem held að SR hafi átt alltaf því 60 skot á rammann. Skoruðu bara 4. En Sindri að setja þetta í gang. Kári vinnur þetta face-off. Viðstöð hérna í Jóhann Björgvin verður þetta. Og dauðafæri hjá Fjölnismönnum. Sýndist að vera Hilmar eftir góða sendingu frá Viktori. En Jóhann Björgvin vel á verði í markinu. Essaringar koma eiginlega hálf sofandi hérna inn í þennan annan leikluta. Vartanstað og Hilmar með skot sem Jóhann Björgvin ver. Fjölnismenn búin að vega 3 skot hérna á þessari fyrstu hálfu mínútu leiklutans. Matsei gerir við hérna vel. Það var Heiðar. Matsei hérna. Heiðar. Situr bakvið og Níels sækir hann. Lungsending hérna hjá Heiðari inn í, það var enginn. Ekki finnur Hákon. Þetta er opnun, gefur bakhönd á Haukur. Daniel, Haukur aftur. Þessi ratar á endan til Eddi. Hákon aftur, finnur Matsei sem í dauðafæri. Hann býður en þetta fer í kjöftun á Þóri. Fín sóknarrispa hérna hjá Essaringum. Þóri var hérna komið vel út á móti og búinn að loka stærstum hluta marksins. Og Gulli hérna reynir skotið sem er blokkerað. Sækir bara pökkinn aftur. Fyrir undir markið. Og svo lokum misheppnaða sendingu sem Fjölnismenn ná reyndar ekki að koma út. Nú eru Essaringar sem að pressa vel. Þessi fyrir óvænt hérna á Þóri. Hérna. Laust tönn sýnist mér. Jú, Guðmundur Freyr fekk pökkinn í andlitið frá Hauki Steinsen og skal ekki betur síðan að það bara spýtt einnig tönn út úr sér á svelli. Það er samt ekki alveg að fullera. Þá kemur Matsei. Missir pökkinn út fyrir Haukur Steinsen. Heiðar að blokka þennan en Alex Máni kemst í hann en ná ekki að gera sér mat úr þessu. Þá er það komið að félagsmönnum að sækja. Hector snýpar tilbaka.
gerir nokkert við þetta. Þá það og klaufaskapur hjá S-einingu, Falur, Sturla, en þessi fer í Útúma. Barátta hérna í horninu. Eddi nær að leysa á þessu og lausbökkur, en Þorgils kemur þessu frá, ekki langt. Þessi var lúmskur. Jóhann Björgvin nær þessum. Fín sóknarlota. Það er athygli að því að klukkan er frosinn hérna í horninu hjá okkur. Búin að vera föst síðan á 50 mínúti í fyrsta leikluta. En ég get upplýst það eru 5 mínútur búnar af öðrum leikluta.